Fannar, bæjarstjóri Grindavík. Dagur 10 í, hvað ég var að segja, í jarðhræringum vægast sagt. Hvernig er staðan? Staðan er nú svona bærileg skulum við segja. Það er farið að gæta vaxandi þreytu hjá fólki, sérstaklega hjá þeim sem ekki ná nætursvefni. Það er nú ekki nótt eftir nótt. Það var einhver að segja í dag að hann hafði náð 2 sæmilegum svefnnóttum og vaknað allar aðrar nætur upp við jarðskjálfta og þetta á örugglega við þó nokkra. Þannig að þetta er orðin svona þrálát og löng skjálftahrina sem að ennþá er ekki útlit fyrir að sé að taka enda, við vonum það besta. Þið eru búin að bregðast við á margvíslegan hátt, eða ekki? Jú, við fórum og höfum náttúrulega verið vel undirbúin alveg síðasta árið. Við urðum að uppfæra allar viðbragðs- og rýmingaráætlanir í fyrra og höfum síðan verið að bara svona hvað sem við halda þeim við og höfum núna náttúrulega með vaxandi þunga verið að hittast almannavarnanefndin og viðbragðsaðilar allir, fundum daglega með almannavarnanefnd ríkislögreglustjóra, heldum síðast í gær almannavarnanefndarfund Grindavíkur. Þannig að við erum bara undirbúið okkur eins vel og við getum með góðar áætlanir. Og maður hefur heyrt að svona útlendingarnir ykkar séu svona skelkaðir og þegar við brugðust við því líka, eða ekki? Jú, við höfum sérstaklega reynt að upplýsa það fólk. Það er bara nokkuð sem að gerist mjög víða varðandi svona náttúruvá. Austur á fjörðum núna síðast og hérna á Suðurnesjum að þetta fólk er afskaplega hrætt og hefur ekki það bakland og kannski þá vitneskju sem að við höfum. Heldur jafnvel að húsin séu ekki traustbyggð og við erum að reyna sérstaklega að beina upplýsingum til þess að hásbæði gegnum heimasíðan okkar. Við verðum til dæmis með opið hús í Kvikunni núna helgina, bæði laugardag og sunnudag. Og á sunnudaginn ætlum við sérstaklega að upplýsa erlenda eða þá sem eru erlendu bergi stöðuna hjá okkur og bæði frá sviði jarðvísindanna og líka byggingar mannvirkjanna. Þið hljótið náttúrulega búa af einhverju síðan í fyrra, náttúrulega er það ekki? Þetta var nokkuð mikið fjör hérna nákvæmlega fyrir ári síðan, þannig að þá fóruð þið náttúrulega svolítið mikið í þessa vinnu, það ekki? Jú, við gerðum það, búum vel að því og teljum okkur bara eins vel undirbúin held ég og hægt má segja. Upplýsingar skipta gríðarlegu máli og viðbúnaður og það er það sem við leggjum höfuð áherslu á. En það er engin töfralausn í sjónmálinu eitt núna, ef maður spyrði að því, þú veist, það er ekki eitthvað eitt sem að þið geti gert eitthvað, þetta er bara biðin langaði það ekki? Við eiginlega bara treystum á okkar færu vísindamenn og höfum átt gríðarlega gott samstarf við Veðurstofuna og alla sérfræðingarna þar. Það er verið að bæta og fjölga mælum hérna í kringum okkur og með þeim búnaði sem á að setja upp núna bara eftir helgina, að þá á að vera hægt að segja með enn meiri nákvæmni til það hvort það sé einhverja kvikurhreyfingar að nálgast okkur eða hvar þær eru, þannig að við eigum að geta haft betri undirbúningstíma og vita meira um það hvað er að gerast hérna fyrir undir fótunum á okkur. Það mun náttúrulega skipta mjög miklu máli. Það mun skipta mjög miklu máli, já. Bundum mikla vonum við það að við fáum bara svona nákvæmari upplýsingar stöðuna, þannig að þetta er mjög góð viðbót. Finnst þér þetta ástand síðustu 10 daga hafa haft svona áhrif á samfélagið, jafnvel atvinnulífið eitthvað? Atvinnulífið hefur nú alveg gengið hnökralaust fyrir sig, held ég með að segja, mestu leyti. Bláa lónið sem var búið að opna eina helgi og gekk vel, hefur lokað núna, þannig að þetta hefur auðvitað áhrif á þessa litlu ferðaþjónustu sem var komin í gang. En stofnanir bæjarins hafa gengið alveg hnökralaust, það skiptir mjög miklu máli að skólasamfélagið sé í lagi, bæði leikskólar, grunnskóli, tónlistarskóli og aðrir. Það hefur gengið alveg ágætlega að halda þeirri starfsemi úti.